ætlum við að skoða útlægslu á lausnaformúlu fyrir bylgjujöfnuna og bylgjujöfnan, hún lítur svona út. Við erum með hlutafleiðuna af uppslán með tillit til t, þess að aðra hlutafleiðuna er jafnt á c-jöðru, c er einhver fasti sem lýsir einhverjum eiginleika streyðingsins, sinnum önnur afleiðuna uppslán með tillit til x. X er hérna staðsetning og t er tími. Það er að við erum með, hér erum við að segja að við erum með stöng sem er á lengd L og tíminn, þetta á að gilda fyrir alla tímapunkta stærri 0. Stöngin er hérna. Staðsetningin 0 og staðsetningin L eða strengurinn öllu heldur og þessi jafna lýsir bylgjum í svona streng. Svo til að leysa diffrjöfnu og sjáum við erum með annars stigs diffrjöfnu með tillit til t og annars stigs diffrjöfnu með tillit til x. Þá þurfum við 2 skilyrði af t og 2 skilyrði með x. Við þurfum með öðrum orðum 2 jaðarskilyrði og 2 byrjunarskilyrði. Jaðarskilyrðin eru hérna. Þá sjáum við í staðsetningunni 0 og í staðsetningunni L þá er strengurinn í stöðu 0. Þannig að við segjum, strengurinn segjum að við séum með uppslán á sinni hérna og þetta sé 0 á honum, þá strengurinn fastur hérna í báða enda. Hann er fastur hér og hann er fastur hér. Skulum fá eitthvað betri lítið þetta. En hér á milli getur hann þannig að hafa sér eins og hann vill, hvað veit ég. En hann er fastur hér og hann er fastur hér og það stendur hérna, hann er fastur fyrir t stærri eftir 0. Fyrir hvaða tímapunkt sem er, þá haggast endanir ekki. Við getum sagt að þetta sé sambarlegt við það sem er gítarstreng sem er fastur í endan að báða megin. Endanir geta ekki færa á hérna, eitthvað flakk. Nú, þetta eru 2 skilyrði fyrir þér. Jaðarskilyrði, svo eru 2 byrjunarskilyrði. Og byrjunarskilyrðin segja eitthvað á einhverjum ákveðnum tímapunkti gerist eitthvað. Og hér erum við tímapunktin 0. Þá er staðsetningin á strengnum, hún er f af x. Þannig að ef f af x er þá í þessu tilfelli eins og myndi minn er hér, þetta hérna fall, sem lýsir staðsetningu strengsins í byrjun. Ef við ekki segja þetta sé heldur ólíkleg staðsetning í byrjun, kannski væri líklegra að staðsetningin væri einhverjum svona. Þegar maður tógar hérna upp í strengin í miðinni, þá myndi hann bogna einhvern veginn svona. Nú, hér erum við, það er ein byrjunarskilyrði. Hér erum við með afleiðun af uppslánum með tillit til t, afleiðun af staðsetningunum með tillit til tíma, sem er hraðan og á tímanum 0 er 0. Og þetta gildir fyrir öll x, alveg saman hvað x er, þá er í byrjun engin hraði á strengnum. Þetta myndi svara nákvæmlega til dæmis sem að maður dregur strengin hérna, heldur hann föstur og maður er ekki með þenn hraða á honum ef hann er bara í hverju stöðu. Svo byrjar jafnan og allt dótið að virka þegar við sleppum strengnum. Við ætlum að skoða hvernig við finnum lausnarformúlu fyrir svona jöfnu, fyrir bylgjujöfnuna. Og það sem maður gerir er að segja, maður byrjar að segja, ég ætla að gera ráð fyrir að það sé hægt að aðskilja breytistærðir í lausninni. Skulum byrja að spyrja. Gerir ráð fyrir að lausnin sé með aðskilnaðar breytistærðir. Nú, lausnarformúlan, að lausnarfallið getur verið falla t og x. Þannig ætla að segja að fallið mitt, lausnin mín, sé eitthvað fall af x, sem við kalla xx, sinnum eitthvað fall af t. Og það kemur ljós að þetta gefur okkur mjög fínar lausnir, en af hverju nákvæmlega mann dettur þetta í hug, kannski láta við leggja milli hluta í bili. En skoðum aðeins hvað gerist við hérna skilyrði mín og jöfnuna mínar, ef við ekki ráð fyrir að þetta sé tilfellið hérna. Nú, pröfum að setja þetta inn í diffrjöfnuna. Setjum hérna þetta hér inn í diffrunum okkar. Ég er að diffra þetta fall hérna tvisvar með tillit til t hérna vinstra megin. Nú, ef þetta er bara fall af x hérna og þetta er bara fall af t, nú þá er ég með þetta bara sem fasta þegar ég diffra með tillit til t, þannig ég fæ bara set inn í diffrjöfnu, fæ ég x af x bara fasti og svo t diffra tvisvar með tillit til t. Ég ætla að skrifa það bara svona.
Það getur ekki verið vafi á með tilliti hvaða breyti ég diffra ef þetta bara fall af t hérna. Nú, þetta þá í eftir á C2 sem C í öðru fyrir ekki sem fasti og svo ætla ég að diffra þetta hérna fall með tvisvar með tilliti til x og þá t bara fasti og ég diffra tvisvar x-ið með tilliti til x. Þá skrifa ég þetta bara svona. Sér, þannig að núna er ég bara að breyta, þetta er ekki hlutafleiða lengur, þetta er bara venjulega afleiða. Og hér hugsa maður hvað ég umskrifa þessa jöfnu hérna. Bara með smá algebru, þá get ég skrifa þessa jöfnu sem t tvítifrað deilt með þessari hérna stærð er jafnt og x tvítifrað deilt með x. Þetta er bara algebra. Nú, þetta hér. Þetta er bara fall af t. T tvítifrað er fall af t og t er fall af t og þetta er bara fasti. Þannig að þetta er bara fall af t. Bara fall af breytum t. Þetta hérna aftur á móti, þetta er x tvítifrað deilt með x. Þetta er bara fall af x. Litla x. Nú, hvernig getur eitthvað sem er fall af t verið það sama á eitthvað sem er fall af x? Einu leiðin til að það sé uppfyllt er að báða hliðarnar sé fasti. Þannig að þetta hlýtur að vera einhver fasti. Og við ætlum að kalla fastan mínus lambda. Þannig að hér er bara einhver fasti. Nafnið er bara mínus lambda. Ok. Nú þá er ég komin með tvær jöfnur. Ég er komin með annars vegar t tvítifrað deilt með c öðru t er eftir mínus lambda og ég er komin með x tvítifrað deilt með x er eftir mínus lambda. Pröfum að skrifa þetta. Og ég skrifa tvær jöfnur en ég er að minna tvær diffurjöfnur. Ég er með t tvítifrað deilt með c í öðru t er eftir mínus lambda. Það er að segja t tvítifrað pluss lambda c í öðru t eftir 0. Pennin er kannski stríða mér hérna. Smá algebra þarna. Og ég er með x tvítifrað deilt með x eftir mínus lambda. Þess að ég er með x tvítifrað pluss lambda x er eftir 0. Nú þurfum við bara að fara í það að leysa þessa jöfnu, t-jöfnuna, leysa x-jöfnuna. Þá erum við komið með x í lausninu okkar og t í lausninu okkar. Nú, pröfum bara að byrja á byrjum á x-jöfnunni. Það byrja á þessari hérna. Nú, til að geta leyst þessa diffrjöfnu, þetta er annars til diffrjöfnu með fastastöðlum, þá þurfum við tvö skilyrði til að ákvarða fasta. Nú, við erum ekki með skilyrði beint fyrir x, en við getum skoða hvort við getum búið til þau skilyrði. Við vorum með skilyrðið upslón af L,t er eftir 0. Þetta er eitt af skilyrðum sem ég voru gefin hérna í byrjun. Upslón af L,t er eftir 0, eitt í aðarskilyrði. Upslón 0 eftir t, tökum það eftir smá stund. Nú, þetta skilyrði svarar í 9, nú munum við að upslón var hægt að skrifa sem eitthvað fall af x, sem eitthvað fall af t. Þetta þýðir sem sagt þegar ég set l-inn fyrir x-ið mitt, þá er ég fáið 0. Sem sagt x af l, sem t af t, þá er eftir 0. Nú eru tveir möguleikar. Við getum verið með þetta hér í eftir 0, eða við getum verið með þetta hér í eftir 0. Ef að t af t er eftir 0, þá erum við bara með 0-lausnina. Þá erum við setjum bara t af t eftir 0 sinnum eitthvað, þá verður 0. Það er ekkert mjög spennandi lausn, þannig að við veljum okkur frekar x af l eftir 0. Og þá er það hitt skilyrðið upslón af 0,t er eftir 0. Og þá er ég eftir með
x af 0 sem t af t er eftir 0. Aftur, ég geti verið með t eftir 0 fyrir hvert einasta t, eða ég geti látið x vera bara 0 akkurat þegar x er 0. Vel mér það. Nú, þá er ég komið í jaðargildisverkefni, ég komið x tvímert, ég er með x af 0 er eftir 0 og x af l er eftir 0. Nú skoðum við akkurat þetta jaðargildisverkefni, það er til vídeo á því líka, og fundum út að þetta hefur ekkert mjög áhugaverða lausnir nema akkurat í þeim tilfellum þar sem lambda er hefur áhugaverða lausnir fyrir lambda f og n í öðru, pi í öðru deilt með l í öðru. Það sem n er einhver náttúruleg tala. Og þær eru x, n af x er eftir an sinnum sínus af n pi x deilt með l. Ok, þannig erum við búin að leysa aðrar, við erum búin að leysa þessa hérna jöfnu. Og sjáðu, það hvernig við fundum þessa lausn út hérna, að þetta hér var eina áhugaverða lausninar, það er töluverð reikningur, en það var tekið á öðrum stað. Treystum þessu bara núna. Þá er það hin jöfnan. Nú ætla ég að skoða, sem sagt, þessa hérna jöfnu. Ég er með t tvímert pluss lambda sé í öðru t eftir 0 og ég þarf að finna út í hvernig skilyrðin mín eru. Skilyrðin voru uppslón af x,0 er eftir f af x og uppslón diffrað með tillit t í x,0 er eftir 0. Ég ætla aðeins að geyma hérna fyrirskilurinn, en skulum sjá hvernig þessi verða. Þá er ég með x af x sinnum t af 0 er eftir 0. Býðið nú við, ég diffraði mig til t, þannig að það er afleiðan af t eftir 0. Afleiðan af t í 0 er 0. Nú get ég annarkvært x af x eftir 0. Þá erum við að tala um að ég sé bara með núllausninar, þannig ég vel frekar t-mert af 0 til að vera 0. Þá er ég með x tvímert pluss lambda sé í öðru t eftir 0 og t mert af 0 eftir 0. Ok, ég veit núna hvað lambda er, vegna þess að ég hef búin að ákveða að þetta hefði bara áhugaða lausnir akkurat fyrir þetta lambda. Það skulle pröfa að setja það inn. Ég er með t tvímert pluss n í öðru, pi í öðru, sé í öðru deilt með l í öðru, sinnum t er eftir 0 og t mert af 0 er eftir 0. Þessi diffrefna hefur kennimargliðuna seta í öðru pluss n í öðru, pi í öðru, sé í öðru deilt með l í öðru eftir 0. Þannig að við sjáum að seta er pluss eða mínus rótin af mínus n í öðru, pi í öðru, sé í öðru deilt með l í öðru. Þannig að þetta er rótin af mínusveinu sem er i sinnum rótin af þessi hérna sem er n pi c deilt með l. Þannig að þetta er sem sagt tvær tvinntölulausnir á kennimargliðinni. Lausnin á þessari diffrefni hérna er þá almenna lausnin. Er þá einhver fasti sinnum kósinus af n pi c deilt með l sinnum t pluss einhver fasti sinnum sínus af n pi c deilt með l sinnum t. Ok, upp af skilyrði t af 0 eftir 0, það sé að t mert af 0 eftir 0, gefur að, ef ég diffra þetta, fæ ég, t mert er mínus a sín pluss b kós. Sett 0 inn í þetta.
fæ ég 0 pluss b er eftir 0. Afsakið, það rugglaðist þessi í diffrunni, auðvitað innrafalli diffra glemdist hérna hjá mér, þannig að það kemur á báða liðina, kemur NPC deilt með L, innrafalli diffra, þannig að hér stendur þetta B sinnum 1 sinnum NPC deilt með L er eftir 0. Ok, við getum ekki haft þetta hér til að vera 0, þá er þetta akkurat lambda eftir 0, þannig að við segjum að B er eftir 0. Ástæðan fyrir að þetta má ekki vera 0 er að þá erum við búin að breyta tilfelli hérna, við gerum ráð fyrir þetta að vera positív stærðaðan. Nú, þá er ég komin með n af t er eftir einhver fasti, kalla bara d sinnum kosinus af NPC t deilt með L. Já, ég vel mér eitthvað annan nafn, þess að það er einn fasti fyrir hvað sem er, hvað n, öll heil til n, en þetta getur kallað bn líka. Nú höfum við þetta svona. Nú, pröfum þá að sjá hvort við áður en við notum okkur hitt uppáskilyrðið, pröfum að setja saman lausnin okkar. Við erum svo með y af x, t átt að vera fallið x sinnum fallið t. Ég fæ núna út að ég sé með eitt mismundi svona fyrir hvert einasta n. Nefnilega er ég með x-ið mitt var þarna, a n sinnum sínus af np x deilt með L. Sinnum dn sinnum kosinus af npc t deilt með L. Nú, sjáðu, þetta er einhver fasti og þetta er einhver fasti, eru báður óákvarðaðar, þannig að við skulum bara smella þeim saman í einn óákvarðaðan fasta fyrir þetta allt saman og kallum hann eitthvað annað, cn. Ok, við vitum að þetta hérna fall, það uppfyllir báðar diffurjöfnunar okkar, það uppfyllir 2 jaðarskilyrði og 1 uppáskilyrði. Við hefum 1 uppáskilyrði eftir. En nú notum við okkur sniðutrykk, við segjum. Ég er með hérna n mismundi lausnir á diffurjöfnunum minni. Þá veit ég, út frá lögmál sem heitir Principle of Superposition, að summa af þessum lausnum er líka lausn. Ef maður er með 2 mismundi lausnir á diffurjöfnu, þá er summan af þeim líka lausn. Þannig að við notum okkur þetta. Summa allra lausnana er líka lausn. Sem sagt er y af x, t sem er summan frá einum upp í óendanlegt af cn sinnum sínus af n p x deilt með L sinnum kosinus af n p c t deilt með L líka lausn. Og nú lítur þetta kannski út eins og maður sé búin að flækja málið, en það er alls ekki þannig, vegna þess að ef við skoðum núna uppáskilyrðið y af x, 0 er eftir f af x. Við pröfum að nota þetta á lausnin okkar hér. Úps, þetta er út. Þá segum við, ok, ég set 0 fyrir t. Hvað gerist þegar ég set 0 fyrir t-na? Fæ ég sínus af 0 sem er 1. Þá fæ ég sem sagt y, skrifum þetta bara svona, summan frá einum upp í óendanlegt af cn sem sínus af np x deilt með L, þá er ég eftir f af x, eitthvað fall af x. Nú, eftir að við erum búin að læra Fourier-raðir, þá sér maður að þetta er Fourier-röð.
fyrir fallið f. Það getur verið það. Það er Fourier-röðin eða öllu heldur sínusröðin. Þannig að ef við getum einhvern veginn haft þetta sem oddstætt fall, þá er þetta sínusröðin fyrir það og þá vitum við nefnilega, við vitum hvernig formúla fyrir föstunum í sínusröð eru og þá erum við komið með hvernig þetta hérna sén er byggt upp. Þannig að við gerum þetta, við skrifum. Við segjum við útvikum f af x oddstætt á bilið -1 til l. Munum aðeins að f af x var skilgreind á bilið 0 til l og útvikum það svona og gerum það lotubundið, þá vitum við að Fourier-stöðlarnir Cn eru gefnir með nákvæmlega 2 móti l sem heildi frá 0 upp í l af f af einhverju annari breytu, ég ætla að kalla það c, sem sínus af np c deilt með l dc. Og þetta getur við gert vegna sem við sjáum að hérna vinstra megin er Fourier-röð oddstæðsfalls með lotuna 2l. Þannig að við sjáum þetta hérna er bara Fourier-röðin fyrir oddstætt fall, við bara útvikum það í oddstætt fall, þá fáum við sér í lagi Fourier-röðin á bilinu 0 til l og þá er þetta hérna stöðlin. Þannig að við getum skrifað upp jöfnu sem uppfyllir bæði fall sem uppfyllir bæði diffurjöfnuna og öll upphafs- og jaðarskildi. Það er nákvæmlega þannig að lausnarformúla er uppslun af x, t er jafnt og summan af 2 deilt með l af heildinum frá 0 upp í l af f af c sem sínus af np c deilt með l dc sem sínusfallið sem kósinusfallið. N fer frá 1 og upp í óendanlegt. Og 2 til með 1 er auðvitað betra að skrifa hérna fyrir utan sviga, þá má ekki reikna með hvert skipti. En þetta sem sagt, eftir þetta 20 mínútur af útlæðslu, þá erum við komið almenna lausnaformúlu akkurat þegar upphafs- og jaðarskilin eru eins og þau voru í þessu tilfelli og þá er þetta komið. Og við hefum alltaf nota bara þessa formúlu. Þetta var, hérna notuðum við bæði aðskilnað breytistærða, við notuðum jaðargildisverkefni og Fourier-röðir til að leysa þessa hlutaflega jöfnu.